Rabarbara þekkjum við flest og notum stilkinn gjarnan í bökur og sultur. Blöðkuna nýtum við þó síður en nú rannsóknarteymi í Háskólanum á Akureyri í samstarfi við rabarbarabóndann Eddu Kamilu Örnólfsdóttur að rannsaka möguleikann á því að búa til eldsneyti fyrir bíla úr blöðkunni. Rabarbararúna, rabarbararúna. Já, þetta komum sem verkefnis hugmynd. Rabarbari eru auðvitað hráefni sem allir þekkja. En það sem við þekkjum og notað rabarbara er auðvitað stilkurinn sjálfur sem notað í matargerð. Hann sykurríkur og við getum brotið niður þann sykur. En það hins vegar laufblöðin eða blöðkurnar sem við erum að pæla í. Við ætlum að nýta þær til þess að nota bakteríur sem við erum með hérna við Háskólann á Akureyri. Þetta eru bakteríur sem eru hitakerrar og eru mjög öflugar sem etanól framleiðandi. Þannig við ætlum að reyna að búa til etanól sem er þá bara hægt að nota sem eldsneyti úr þessum blöðkum. Þannig að þetta er afurð sem er í rauninni bara hrat, er hérna úrgangur. Þannig að við ætlum að búa til eldsneyti úr úrgangi. En af hverju rabarbari frekar en aðrar jurtir? Já, það er kannski góð spurning. Við höfum verið í verkefnum sem tengjast framleiðslu á etanóli úr mörgu öðru hráefni, svo bara grasi eða hamp eða hálm og í rauninni bara úr dagblöðum. Þetta er allt límmasi sem við köllum skilgreinum sem flókin límmasi og erum búin að nota, við erum að vinna í þessu síðustu 5, kannski 10 ár að nota slíkt hráefni. Rabarbari er bara hugmynd sem kemur út af því að það er verið að framleiða rabarbara hérna á Hólum og það er verkefni sem fékk styrk fyrir 2 eða verðlaun fyrir 2 árum og þetta er bara ein tegund af hráefni sem er áhugavert út af því að þessu er fargað. Og það er þá mögulega hægt að keyra bíla á rabarbara? Í rauninni er það hægt. Það er auðvitað svolítið langt í það og allir þekkja að þessi hefðbundna etanólframleiðsla er framleiðsla sem er á hráefni sem er miklu einfaldara. Við gerum greinarmun á einföldu límmassa sem er þá sterkja eða sykur. Og það er til dæmis það sem gert er þegar G-sveppir er að búa til etanól sem er eins og bara bjór og vín. En hér erum við að nota erfiðara hráefni og það þarf oft miklu meiri formeðhöndlun á þessu hráefni þannig að prósessin er dýrari. Þannig í samkeppninni við framleiðslu á etanóli úr annars vegar einföldu límmassa og flóknum þá erum við kannski ekki komin alla leið að þetta borgi sig. En með hækkandi eldsneytisverði í framtíðina þá er það bara tímaspurning hvenær það gerist. En þetta er ekkert nýtilkomið, þessar rannsóknir? Nei, við höfum verið bara eins og sagði alveg bara 2005-06 þá höfum við verið að rannsaka hitakerra bakteríur og ástæðan fyrir því að við erum að nota þessa bakteríur en ekki gersveppin er að bakteríurnar geta brotið niður mjög margar sykrur á meðan gersveppurinn gerir það ekki. Og það er í rauninni nauðsynlegt að nota slíkar örverur af því að í flóknu límmassa ertu með svo margar gerðir af sykrum. Þannig að þú þarft með bakteríur sem geta gert það. Hefurðu fundið fyrir auknum áhuga á rannsóknum af þessu tagi? Já, þetta er mjög heitt rannsóknarefni bara í heiminum í dag. Það er framleiðsla á endurnýjanlegu eldsneyti með hjálp örvera. Og þá úr úrgangi eða límmassa sem fellur til sem úrgangur. Og það er þessi umræða að búa þetta til úr hráefni sem er ekki matur. Í Bandaríkjunum er þetta búið til úr korni og sterkju og í Brasilíu úr sykurir sem er í beinni samkeppni í rauninni við matvæli og matvælaframleiðslu og hefur áhrif á til dæmis bara matarverð. Þannig að þetta er meira og meira að koma inn að reyna að búa þetta til úr flóknari hráefni. Og þetta er unnið hér í Háskólanum á Akureyri í líftæknideildinni? Já, við erum með líftækni hérna síðan 2001 minni mig, 2001-2002 og við viljum meina það að líftækni sé kannski eini staðurinn sem við getum nefnt að líftækni sé kennt á Íslandi þó svo aðri skóla séu kannski með sameindærðafræði og eru þetta á líftæknilegum nótum en líftækni hjá okkur er kannski blanda af, við köllum þetta tvenns konar líftækni, annars vegar heilbrigðislíftækni, þar sem nemendur taka þó nokkuð marga áfanga í heilbrigðisdeild og svo auðlindalíftækni, þar sem að nemendur eru að taka kannski viðskipti og rekstur sem er svolítið sérstakt. Og mitt svið er að það er orkulíftækni, þar sem við erum að reyna að nýta örverur til þess að búa til efni sem við getum nýtt sem eldsneyti.
það er framtíðin? Það er framtíðin, klálega.